Þóruð Þorgjursson, gaman að sjá þig á landsmóti. Takk fyrir. Ég tek eftir í bara, ég er svona þegar maður rennir yfir listan, þú eru oft verið með fleiri hross. Herri, já, núna er þetta, ég ætla ekki 8 hross, jú, 8 að vera 9, þú enduð í 8. Og er eitthvað sem að, er það vandvirknin sem er að gangi yfir í dag eða? Nei, þetta skiptist, þetta er annars vegar, það 2 megin ástæður. Annars vegar, ég var ekkert inn í maí þegar úrtökurnar voru hér. Þá var ég upptekinn við kynbótasýningar í Þýskalandi og svo er ég orðinn dálítið sattur á þessu ati, sko. Já, en ég meina, er það ekki þegar menn, svona kannski þegar aldurinn færist aðeins yfir að menn róa sig örlítið? Já, tvímælalaust. Og svo eru bara, það er gaman að sjá það er nýja kynslóð að koma hérna inn, sko, í þessum gera sem að sárlega vantaði og eru að gera frábæra hluti. Er einhverjir sem standa upp úr þar sem að þú getur nefnt? Já, ég á mér einn uppáhalds knappa í þessum efnum. Ég efast ekki að það leynist ekki í þeim dreng heldur, það er yfirburðasnillingur, ég alltaf sé að ég sá hann þegar hann var gutti, sko, og það leyndi sér ekki ef hann héldi áfram þessar braut. Hann heitir Árni Björn Pálsson. Já, það er góður drengur. Hann er í miklu slagstofu tengdapabba sinn, það er nú skemmtilegu slagur þar. Já, mjög skemmtilegt, en hann tekur þetta stóiskir og, nei, ég er sannfærður að hann hefur þetta allt sem til þar. Hvað er það sem að maður, sko, fyrir utan kannski A-flokk og B-flokk sem er á kynbótabrautinni? Þið eru nú ekki margir sem að kannski hafi staðið upp úr svona í gegnum tíðina og þú ert nú búin að sýna þau og sanna fyrir löngu, við þurfum ekki að rökraða það neitt. Hvað er það sem að maður þarf að hafa? Hvað er það sem að, hver er eldurinn í þessu? Ég held ég fari rétt þessu með Árna, sko. Hann er alinn upp á Hestbaki og á þeim tíma, sko, þá var ég að starfa fyrir Avans sem bjó í Teigi í Fljótshlíð og hann sökti sér í allt, mundi öll nöfn, allar ættir og það var greinilegt að þetta var eitthvað fyrir hann og svo held ég að busið frá því að vera kynnast allskyns hrossum, ekki bara góðum hrossum, að kynnast slæmurhrossum líka og allt þar á milli, það er mjög gott. Svo er til viðbóta, þetta er eitthvað meðfætt held ég líka, upp að vissu marki og hann hefur það. Já, það er eitthvað sem þú þarft að hafa, en eitthvað þarftu náttúrulega að læra. Já, tvímælalaust og það er hann búinn að gera, en þú getur lært, það er fullt af krökkum sem hafa lært, en þau hafa samt ekki, að mínum mati, það sem hann hefur, sko. Þannig að, já, ég myndi veðja á hann, sko. Tippum á hann sem er næsta snilling, en hvað er næst í braut hjá þér? Heyrðu, ég er að fara með fóla hérna, sem ég á með Flosa Ólasinni, hérna 5 metra fóli. Mímir heitir hann frá Hamrahóli og hann fékk fína dóm í vor og við svona vonumst til að þetta gangi vel í dag. Er einhver saga bak við hestinn? Heyrðu, já, hérna hittumst eftir að ég er búinn að sýna, þá skal ég segja þess að Gerum það, þetta er spennandi eignarhlutur og hvernig þú eignaðist hann. Takk fyrir þetta. Hvernig verður hún? Já. Nýr dagur, 3. júlí, allt byrjaði kl. 6 í morgun, Þórður var farin á fætur kl. 4 og nældi sér á krók frá Ytradalsgerði í 10 fyrir skeið. Þórður, til hamingju. Takk sjálfur, takk. Þetta hlýtur náttúrulega að vera bara toppurinn. Já, þetta er alltaf jafn ánægilegt ef það dettur í svona fullkomna einhvern eins og þetta. Þetta lá dálítið í loftinu með krók, sko. Hann geysilega mikið vakur og öruggur, hann hefur allt til þess að bera. En það voru aðrir póstar sem voru svona heldur vandmeðfarnari, en þeir heppnust í dag. Þannig að heilt yfir er ég rosalega ánægður með útkoman á þessu. Hvernig var það í morgun þegar þú vaknaðir? Þú steigst fram úr rúminu og klöppuðu raskinnarnar af gleði? Já, tímafélags, það er svona, það var ákveðnu gántegundum, þá notar raskinnarnar, sko. Það verður að byrja á það. Jú, tímafélags, þetta virkaði allt. Já, til hamingju með krók, frábær árangur. Mér langar aðeins að rifja upp það sem við vorum að tala um í gær, með Mimi. Já. Það er saga bak við hestinn og það er talað um að þú hafðir eiginlega keypt hann á eistnaflugi, er það rétt? Já, það má ég orða það þannig. Sagan er, sko, ég hafði fylgst með þessum fóla lengi,
ég sýndi móður hans og eins Krák, faðir hans, en varð á seinn og það eignuðust aðrir en hest og í stuttu máli, það kemur í ljós þegar hann líklega 2 vetra eitthvað þess áttar, þá annað eistað í honum ekki gengið niður og það náttúrulega að vissu leyti svona var tvísýnt það en síðan byrjuðum við að temja hana og rauninni létum þessi eistna vandamál og verkið móðsjúkur yfir því en það sem gerist þegar það byrja að temja hestinn þá dettur það niður og hann orðinn stóðhestir með 2 kúlur og allt í góðu en þannig millitíðin eignast í hestinn og fyrir mig endur og honum svona alltaf Pálvaður út úr maður hann vissi þetta vissi maður þetta ekki sko en ég í enda dagsins náttúrulega mjög hamingjusam að vera eigandinn á hann leitaður eitthvað að þeim eða hvernig gerist þetta bara sjálfur sér? Sko að fengir reynslu þú lætur ekki hvort sem kvenmaður í mínu tilfelli læt ég kvenmenn með ískaldar hendur sko það verða viðbrögð sko sem kannski virka ekki sko og þau rekast upp miklu kulda. Þetta verður allt smátt og skorpið í miklu kulda. Það getur verið að þeir hafi verið miðjan vetur með ískaldar fingur. Það getur náttúrulega gerst. En það kom niður og það á sínum stað. Til hamingju aftur með Krók og þennan hest og skemmtileg saga. Og eru þau ekki ennþá bæði niðri eða? Það funhiti hérna. Já, funhiti hérna niðri. Gangið vel í dag. Takk hérlega, sömuleiðis. Meiri hattar.